Daginn og lög. Við erum mætt í Hafnarfjörðinn í smá göngutúr. Vorum ekkert eðlilega lengi að finna stæði en við erum mætt. Og mamma og Ásta og Nonni og Atlas ætla að hitta okkur hérna. Allavega mætt í smá YOLO göngutúr. Skál! Já. Þetta bara kleina með smá karamellu, ég let Óli upp á. Hann að fara náttúrulega bara til ömmu sinni eftir smá. Ó, ég held þessi katt í þessu. Það varst að gráta? Já. Ertu búin að gráta? Já. Ertu núna glaður? Já. Ok. Pétur og Brynjar búin að kaupa sér mat í pulsuvagninum, hann er svolítið svangur. Og þá ætlum við að fara í IKEA. Hvað bíllinn? Hann er bara þannig að bytta út í brekk. Klukkan er 5 og ég og mamma erum að fara á jólamarkaður. Já. Í Hlöðu hérna á Nesinu. Við erum fyrir aftan jólasveinin. Skautasel hér. Mamma þorir ekki. Eðlilega fallegt og kósí koma hérna rétt fyrir í sólsetur. Sitjum við aðalmjöldin. Við erum með smá samviskubit að hafa skilja Óliður eftir heima en ég hendi ekki að taka hann aftur út í kuldan. En við ætlum að koma aftur næstu helgi og leyfa honum að hitta jólasinni líka. Fyrsta sinn sem við erum ein hérna í þessu vloggi. Klukkan er að ganga 6 núna og þetta er búið að vera mjög bara vetrarlegur, jólalegur, kósí dagur, samt mjög þreyttur dagur líka. Ég er búin að ógeðslega þreytt. Ég er að hætta að drekka koffín, eða reyna það allavega. Koffín er alveg búin að vera að fara smá illa í mig nýlega og sérstaklega sko þegar ég fer að vinna. Því ég fer alltaf að vinna, þú veist, ég fer með kaffi og fer svo að vinna. Ég finn bara stundum að ég er smá svona shaky og svona, þannig ég ákvað bara að prófa, kötta það út. Og ég er búin að vera ekkert eðlilega þreytt, þannig að þeir sem að fylgjast með mig vita að ég er kaffi háð og þetta er mjög erfitt fyrir mig. Ég ætla aðeins að laga bílinn. En já, ég semst var hjá mömmu. Ok, sko, við fórum á jólaþorp í Hafnarfirði í dag og það var ógeðslega kalt og ég var með Óli var svolítið illa klæddan og hann var alveg orðinn smá svona bara pirraður. Það var út á hann var kalt. En líka hann meiddi sig eitthvað beit sig í kinnina eitthvað, hann bara tók bara eitthvað brjálæðiskast í bílnum og við ákveðum að fara ekki í IKEA eins og planið var. Ég ætlaði fyrir IKEA og leyfa honum að hitta jólasveinin þar, kaupa eitthvað svona aðeins stót sem við vantar jóladót. Við fórum bara heim með Oliver og leyfum honum bara kúra og horfa á bíómynd og eitthvað svona. Og ég og mamma kíktum í hérna hlaðan. Það var við komum á svo góðum tíma, við komum þegar það var bara sunset. Þetta var svo fallegt, en hún sagði að jólasveinin væri líka að koma næstu helgi, þannig að við ætlum að fara aftur næstu helgi þegar jólasveinninn er og fara með strákana og leyfa þeim, þú veist, að hitta jólasveinin og bara, þetta er ógeðslega fallegt og næsandi, ég mæli með að fólk kíki næstu helgi. Næstu helgi er sko seinsta helgin sem þetta er. Síðan fór ég bara heim til mömmu og ég náði jólatréð mitt og fattaði þá að jólakassin minn með seríunum mínum er heima. Ég er búin að halda hann sé hjá mömmu allan tíma og ég er búin að bíða eftir að sækja hann. Þannig að spurning hvort ég setji upp jólatréð í kvöld og kannski einhverja seríur. I'm not sure hvað ég er í stuði fyrir. En ég er alltaf komin með þetta. Já, og svo pantaði ég pítsu á Fossetinn sem er hérna hverfisstaðurinn. Við erum með geggjaðar pítsur. Ég held að ég sé alveg búin að fara þangað í senstu 2 vloggum. Og núna er ég að taka takeaway heim. Sko taka ekki alltaf við takeaway sendingum af því stundum er bara crazy að gera hjá þeim. En hann tók við 2 pítsapöntunum hjá mér og ég bara bíða eftir að þær verði tilbúnar. Ég vil með að fólk prófin á stað, þau heita bara Fossetinn á Instagram og þar getur við fundið númerum og þar á pantaborð því það er alveg freka fullt hjá þeim og þetta er ekkert eitthvað, þú veist, þetta er ekki mjög stór staður þannig að mæli með að pantaborð og prófa pítsuna þeirra, mjög góðar. Pizza.
þessi jakki sem ég í. Ég keypti hann í Söru á föstudaginn. Þau eru með svo marga pelsa núna og hann ekkert eðlilega hlýr. Vildi bara koma hingað og segja, farið í Söru og versli ykkur pels. Skál, Oliver! Skál! Þetta pappapizza. Ég að taka last minute decision að mála mig. Ég þarf vel að leggja stætt í 2 mínútur þannig að... En ég tók smá morgunæfingu sem var bara mjög kósí. Tók smá neðri búk og smá efri búk í bara svona mix heila. Ok, það er svo mikil svona eldreyklykt af hárinu mínu út af því að bæði í jólaþorpinu í Hafnarfirði í gær og í hérna hlöðinni voru eldiviðir og það var bara reykur að blása og það fók reyna allt í hári á mér. En ég sem sagt átti að vera með 2 kúnna í augnhár í dag og ein var að ábóka út af hún er veik. Planið mitt núna er að ég er að fara að taka eina sem að teka bara svona klukktíma og ætla síðan að fara með Ástu í IKEA. Þess vegna er ég að mála mig smá því ég nenni ekki að fara eitthvað ógeðslega mygluð í stús. Þetta er bara nóg í dag og svo fer ég örugglega bara í pelsinn minn og shades. Hæ? Er það ekki líka túlitónleitir? Þetta er ekki túlipop? Betra saga, eða eitthvað? Betra saga? Kannski? Siglu? Hvernig gerir það? Hillu í kefri Oliver herbyggi sem vil sína ykkur eftir. Hún er að leita svona jólablómum í vasa minn. En nú erum við mætt í Ylva að skoða okkar. Og það er sko Black Friday ótsala. Þannig að kannski finn ég eitthvað hér. Við erum búin að losa okkur við mömmu og Atlas og komin í rúmfá og leta sófa fyrir Ástu. Ég ætla að kaupa eitt blómavasa fyrir Natalíu, gefa henni blóm. Ok, þetta er ekki að sé haldið. Þetta er koffínlaust kaffi. Keypti bara Starbucks hilki í Nespresso-vélina. Koffínlaust. Hvað segirðu? Ég er alveg smá stressuð að þetta verði eitthvað ógeðslegt. Tilbúin? Mamma. Mamma. Ok, ég veit Mamma. ekki hvað mér finnst þetta. Ég held mér finnst þetta bara allt í lagi. Ég ætti alltaf að reyna að drekka þetta og reyna að ákveða hvort mér finnst þetta gott eða ekki. Ég er ekki frá því þetta sé bara svipað. Mér líður bara svona betur að halda í ísskapi. Hvað er þið? Það er minn tölva. Er þetta þín tölva? Já. Ok. Ég er að mæta með hann svolítið seint á leikskólann í dag. Við sváfum alveg til 9. Hann er svo góður, þetta barn, með svefn. Hann bara, seinustu mánuði, hann bara sofnar alltaf svona 7-8 en hann getur sofið svo mikið út. Þetta er ekki barn sem vekur mig klukkan 5-6 á morgnana. Klukkan mín hringir alltaf klukkan 7 á verkefndum og síðan veki ég hann svona korter við 7. Ég þarf alltaf að vekja hann. Hann sefur, þú veist, þegar hann fær að sofa bara svona vill, þá sefur hann til svona 9. Þannig að í dag nýtti ég mér það og svaf bara aðeins út með árum. En ég er að fara í neglur. Ég fór seinast og fekk mér hvítar. Ég held að séu 3 vikur síðan. Þær eru ennþá bara allar á fínar en eftir svona nokkra daga mun er örugglega byrja að detta á að vera pirrandi. Þannig að ég ætla að fara í dag og skipta þeim út. Ég var að skoða jólaneglur á Pinterest í gær og ég sendi vinkonum mínum mynd af þeim 2 neglum og þær sögðu þessar. Þannig það er svona það sem ég er að spá í. Eina sem ég er hrædd við að fá með Friends á stofunni sem ég er að fara á er að ég hef einu sinni fengið með Friends þar. Þá baði ég sérstaklega, ég fór á Instagrami þeirra og ég sýndi þeim mynd af Friends neglum sem þau gerðu og ég sagði ég vil fá þennan gelit, bara eigið hann og þau bara já. Og svo mætti ég og þau átti hann ekki lengur, hann var búinn eða eitthvað og þau gáðu mér ekkert rosa flottan gelit og mér finnst þegar kemur á Friends neglum þá er gel, þú veist,
liturinn svo ógeðslega mikilvægur. Ég vil hafa hann svona meira svona bleikglæran. Þú veist, ég vil alls ekki hafa hann of dökkan. Þannig að ef ég fæ mér, þú veist, þessar neglur, þá er það meira bara svona, ég get fengið mér bara bleikleiti sem ég fæ mér alltaf og svo fá mér bara smá slaufur. Þú veist, ef ég fæ mér núna jólaneglur, þá er ég með þær alveg bara núna fram að jólum og svo fæ ég mér kannski nýjan lit rétt fyrir jól. Þú veist, og það er svo leiðilegt að fá sér jólaneglur bara viku fyrir jól og þá ertu bara eitthvað með jólaneglur út í janúar. Ok, ég er komin heim úr neglum, svolítið síðan ég kom. Ég fékk mér sem sagt svona eins og var á hinni innspámyndinni og ástæðan fyrir því ég fékk mér akkurat hvítt gel, svona milky white gel seinast þegar ég fór neglur. Þannig að ég hefði þurft að skipta út öllu settinu og gert nýtt með bleiku geli ef ég hefði viljað frensið út. Mér langaði ekki frens með hvítu geli. Þannig ég ákvað að fá bara þessar og veistu, mér finnst það bara mjög cute og það eru giving smá svona candy cane, þú veist, vibe hér og mjög svona jólalegt. Ég er að svitna svo mikið, mér er svo heitt, ég er svo shiny af því að ég er að breyta herberginu á Sólivers. En ég gerði þarna barnaherbergisvídeó einhvern tímann í haust og þá sýndi ég svona mynd sem ég ætlaði að reyna að gera eins og þá fattaði ég ekki. Þetta er bæði hilla nema þau sleppa að setja bara botninn og miðjuna í og nota sem borð, ef það meikar sens, eða skilji hvað ég meina. En ég held að það væri bara ekki verið að selja þetta á Íslandi, þetta borð, þannig að ég var alltaf bara með eina hillu og svo eitthvað hvítt borð sem passa ekkert saman. Ég sýn ykkur results þegar ég er búinn. Það er allt í drasli hérna, ég þurfti sko að færa líka rúmið hans Ólivers og ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að púsla þessu herbergi saman núna en ég skal sýna ykkur. Tada! Þetta er það herbergi núna. Átti sérst þessa hillu. Þetta er sama hilla nema ekki bara búin að breyta því í borð og mér finnst þetta koma ógeðslega vel út. Rúmið hans er það komið svona við miðju. Það var uppi þennan vegg alveg svona uppi það. Þannig að þetta breytir alveg svolítið herberginu. Og já. Er þetta flott? Þetta ánægður? Mamma! Hvað? Ég er bara mjög ánægð með þessa breytingu.